Komið í sæl og blessuð. Þá komið nautinu. Ég hef ekki gert þetta áður að draga svona fyrir stjörnumerkin, en ég ætla að prófa það núna. Þetta er svona fyrir helgina og gæti jafnvel verið eitthvað aðeins lengra fram í tíman. Nautið sýnist mér í þeirri stöðu að vera nýbúið að fá einhvers konar tilboð til sín. Það er einhver svona ljúf orka sem að kemur til nautsins og eða er komin jafnvel, eða kemur helgina. Og það er svona ýmislegt falið í þessari orku. Þetta getur verið ung manneskja sem er að biðja samstarf eða biðja aðstoð við einhvers konar verkefni. Þetta getur verið afsökunarbeiðni. Það hefur komið upp áður hérna í spilunum undanfarið. Einhver sem er svona á ljúfan hátt að reyna að biðjast fyrirgefningar. Svo getur þetta verið ung manneskja eða barn sem tengist nautinu. Allavega það eru ýmsir möguleikar hérna sem að nautið þarf að taka afstöðu til á næstunni. Það geta verið möguleikar sem að veita meiri pening, veita betri tilfinningalega líðan, veita betri stöðu. Þetta þarf nautið alltaf að meta, vega og meta og taka síðan rétta ákvörðun. Og þegar ég segi rétta ákvörðun þá er það ákvörðunin sem að kemur nautinu best. Nautið er búið að vera í smá biðstöðu varðandi eitt og annað sem er búið að vera í gangi og það hafa verið fleiri tilboð í fortíðinni og nautið virðist vera búið að vera í þeirri stöðu undanfarið að vera ekki alveg tilbúið að taka almennilega afstöðu. Það búið að vera að humma svona svolítið fram á sér hlutina og horfa svona í kringu sig hvort það sé ekki eitthvað annað og betra sem að því er ætlað. Þetta er allt saman gott og blessað og það eru fleiri möguleikar framundan. Þannig að það eru svo að sé eitthvað svona holskefla af tilboðum og tækifærum búin að vera að koma til nautsins. Eitthvað óvænt og skemmtilegt er á næsta leiti sem að þarf að vega og meta hvað á að gera með. Síðan er hérna framundan einhvers konar erfiða tilfinningar eða sorg þar sem að hlutirnir hafa ef til vill ekki verið ræddir almennilega og það eina sem að leysir þessa erfiðleika eða þessar erfiðu tilfinningar það er að tala út hlutina. Sannleikurinn þarf að koma upp á yfirborðið og hlutirnir þurfa að sjást í skýru ljósi. Það þýðir lítið að fara í kringum hlutina eins og köttur í kringum heitan graut. Það mun ekki ganga. Þessar erfiðu tilfinningar fela í sér einhvers konar neitun. Það getur verið tækifæri sem að nautið er ef til vill að missa af eða eitt af þessum tilboðum sem að
ekki gengur almennilega upp. Þannig að því meira sem að hlutir eru upp á borðum, því meiri líkur eru á að þeir muni ganga vel. Sum naut eru að eyða tíma með börnunum sínum þessa helgi, sem að verður mjög skemmtileg, og það er eitthvað svona óvænt og spennandi varðandi börn sem að kemur hérna fram. Ef að einhver ykkar er að bíða eftir svörum varðandi húsnæði, þá eru jákvæðir hlutir að gerast hérna, og ég sé líka að einhverjir eru að klára nám og eru að fagna einhvers konar námslokum. Og þá verð ég líka að segja að einhverjir munu ekki ná að klára námið. Það er bara eins og það er, og þið naut sem eru þarna úti eru náttúrulega mörg. Þannig að í stórum hópi er alltaf einhver sem að ef þið vill ekki næra að klára það sem hann ætlaði sér. En það er þá bara að rísa upp aftur og gera betur næst. Ekkert að gefast upp. Já, svo ætla ég að taka hérna eitt annað spil fyrir nautið. Sjá hvaða skilaboð koma hérna í viðbót. Já, nautið fær hérna heilunar orku sem flæðir í gegnum þig. Ef þið vill einhverju ykkar að fara á námskeið tengt heilun eða einhverju skemmtilegu, svona andlegu. Einhverjir eru kannski að fara og fá heilun einhvers staðar. Nú eða veita öðrum heilum. Það er allavega mikil góð heilunar orka hérna framundan, og ég held þetta eigi aðalega við helgina. Það er þá bara að opna sig fyrir því ef að manni sýnist svo. Þetta er ákaflega sterkt og fallegt spil, og því meira sem að þú, kæra naut, nærð að slaka á, því betur flæðir þessi heilunar orka í gegnum þig. Svo er það hérna einn álfur fyrir nautið. Hérna er ábending að til að þú dragir að þér það sem þú óskar þér, að þá er gott að fara með jákvæðar staðhæfingar. Og í staðinn fyrir að segja mig langar í, að segja þá ég hef eða ég á. Að láta eins og hlutirnir sem að maður er að biðja séu komnir til manns. Og þetta er greinilega góður tími til þess, og fylgist svolítið að með þessari heilunarorku sem kemur. Svo ef að nautið er með einhverja svona beina spurningu, þá ætla ég að draga hérna eitt spil sem að er meira bara svona til gamans. Gefur svör sem eru oftast já eða nei, og það er greinilega bara já. Þannig að nautið fær hérna jákvætt svar við spurningunni síni. Já, þetta var það, kæra naut. Og vona ég bara helgin verði þér góð, og þakka fyrir, ljós og kærleikur til ykkar.